Í þessu vídeói verður skráasafn námskeiðs kynnt og farið yfir helstu aðgerðir í boði. Skráasafn námskeiðs hér undir skrám í valmyndinni. Það sést á þessu tákni, auga með línu yfir, að skráasafnið ekki aðgengilegt nemendum. Nemendur sjá sem sagt ekki þennan tengil og hafa einungis aðgang að skrám sem kennari deilir á heimasíðu námskeiðs eða til dæmis á síðu. Ef þörf krefur, þá getur kennari gefið nemendum aðgang að skráasafninu og það gert í leiðarstýringu námskeiðs og sýnt í myndbandinu stillingar námskeiðs. Vinstra megin sjást möppur skráasafnsins. Í nýju námskeiði hér bara ein mappa sem ber heiti námskeiðs eða númer. Allar möppur sem eru búnar til verða undir möppur hennar sem sést á því að möppurnar eru eindregnar. Þegar smellt á möppu, þá sést innihald möppuna hér til hliðar, bæði skrár og möppur inn í þessari möppu. Hér hægt að hlaða skrám upp í skráasafnið og búa til möppur. Fyrst opna maður möppuna sem skrárnar eiga að fara í. Skrárnar eru fundnar, merkt við þær skrár sem á að hlaða upp og smellt á opna eða open. Það líka hægt að hlaða upp zip-skrá og Canvas býður upp á að afþjappa skrána leið og henni hlaðið upp. Það þarf að smetla á víkka til að afþjappa. Það sama á við þegar mappa búin til. Fyrst þarf að velja hvar hún á að vera, til dæmis hvort hún á að vera beint undir námskeiðsmöppunni eða inn í einhverju annari möppu. Möppuna gefið heiti og smellt á táknið eða á enter á lyklaborðinu. Hér mappa sem heitir bara kennarar. Hún sést vinstra megin og þegar smellt á yfir möppuna þá kemur hún fram sem innihald hennar hægra megin. Hér kemur fram að þessi mappa ekki aðgengileg nemendum. Segjum að ég vilji passa upp á að nemendur geti ekki komist í möppuna prófspurningar. Þá smellt á græna aðgengistáknið og valið fela og síðan þarf að smetla á uppfæra. Ég hefði líka getað fært möppuna prófspurningar inn í möppuna bara kennarar, þar sem sú mappa þegar falin. Til að gera það farið í þrípunktinn aftan við möppuna og valið færa. Það smellt á möppuna sem á að taka við efninu eða möppunni í þessu tilfelli og síðan á færa. Ef kennari námskeiðs myndi búa til tengil í skrá sem í læstri möppu, þá myndi nemendin ekki geta opnað skrána. Þannig að skrár sem deili með nemendum á heimasíðunni eða með tengli á síðu þurfa að vera aðgengilegar í skráasafninu. Aftan við skrár líka aðgengistáknið. Með því að birta verður skráin aðgengileg nemendum, með því að fela hún læst. Það hægt að velja hún sé aðeins aðgengileg með tengli eða velja að skráin verði eingöngu aðgengileg út frá dagsetningum á tíma. Í þrípunktinum aftan við skrá hægt að hlaða skráni niður í tölvuna, gefa skráni annað heiti, til dæmis meira lýsandi heiti, færa skrána í aðra möppu, eyða skráni og deila skráni í opið efni, sem verður ekki farið nánar út í hér. Þegar smelti hér til hliðar við skrá, birtast aðgerðarhnappar fyrir ofan. Það hægt að nota Ctrl-hnappinn og Shift-hnappinn á lyklaborðinu til að velja margar skrár. Til dæmis ef maður vill eyða mörgum skrám í einu, færa skrárnar í aðra möppu, birta skrárnar eða fela fyrir nemendum eða skoða skrárnar. Að lokum leit skráasafnsins hér efst til vinstri. Þetta voru helstu aðgerðir skráasafnsins. Takk fyrir.